Góða kvöldi. Góða kvöldi. Gaman að koma í Seltjarnarnesbæ. Skrítið að fá tvo trúða hérna á Reykjavík þess að stjórna umræðan, en þau eru að láta okkur duga í kvöld. Ég heiti Magnús Sigurbjörnsson og með mér er Pétur Ólafs og við stjórnum svo sem hlaðvarpinu Kortið kosningar sem að hefur verið gaman að taka viðtal við alls konar fólk út í bæ kosningar. Og hefum gert það tveir. Ég hef starfað fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Pétur fyrir Samfylkinguna, þannig að við myndum svona pínu ólíkt og Við viljum eiginlega tóta tækifæri og þakka Miðflokknum fyrir að samþykkja kraftaverk Sjálfstæðis. Já, þakka þeim alveg. Og við erum bara búin að prjóna þessi okkur í kosningaham. Við gáum út app fyrir iPhone-notendur til svona aðeins að geta leikið sem með tölunar í öllum sveitarfélögum landsins. Svo þið getið séð svona hverjir þetta inn ef þessar tölur verða og svo framvegis. Þannig að ef þið viljið leika með það, þá er það frjálst. Já, og það fyrsta sem maður tók eftir þegar maður byrjaði að rýna tölurnar aðeins fyrir Seltjarnarnes er að fyrir 4 árum voru greitt 2500 atkvæði utabil í þessu bæjarfélagi. Og Seltjarnarnes, í hugum fólks er það miklu stærra en íbúafjöldin raunverulega er. Og hvað var það? Múlaþing? Já, Múlaþing er stærra. Hvað er Múlaþing? Ég veit ekki, En við ætlum að hafa þetta á léttum nótum í kvöld og tala við frambjóðendur oddvita annarra flokka. En eitt bara með Seltjarnarnes að þetta er systir mín á heimaðina og maður hafði alltaf sína fordóma gagnvart nesinu. Eðlilega. Þá hvernig maður kynnist því. Og maður tekur hendur eitthvað þetta er þétt og gott samfélag. Og svona álíka bara Laugardalur þar sem ég bý. Og það eru allir krakkarnir þetta í svona húk og múl í boss-fötum. Akkurat, það er spennandi kosningar framöndan. Og já, meirihluti hélt hérna með tæpasta mun fyrir 4 árum síðan. Það var ýmislegt gest þá, þannig að núna erum við með 3 framboð og og við kannski viljum bjóða bara upp á svið. Það er sem sagt Þór Sigurgeirsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjóri. Kristín Ólafsson, oddviti Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra. Og Skafti Haraldsson, oddviti Miðflokksins og óháðra. Já, kannski rétt yfir dagskrána í kvöld. Við ætlum að byrja á framsögum oddvita og eftir það ætlum við aðeins að spjalla við á liðið á Seltjarnarnesi og fleira og svo ætlum við að opna fyrir spurningar í sal. Já, kaffið er þarna og einhverja veitingar og sá sem að er fyrstur að þeim er svo þakkláttir í Miðflokknum fyrir að umbera okkur. Þá ætlum við að bjóða Skafta velkominn fyrst í pontu. Frábært að fá tækifæri til þess að koma hingað. Ég hafði hugsað mér að stela aðeins svolítið af félagunum og byrja að spá samkvæmisleg. Hversu margir, vil að beða þá rétt upp hönd hér í salnum, sem að fara og taka afstöðu til þess í kvöld sem við þrír segjum og eru ekki með fyrirfram ákveði hvað það ætlar að kjósa. Ef þið réttið upp hönd. Þá ætlum ég að ávarpa ykkur nýju. Þetta er svolítið skemmtilegt. Í rauninni er svona framboðsfundur ekkert annað en skemmtur. Það er að segja ykkur langar til þess að við sem komum hingað eftir því með hvernig þið haldið munum skýta á okkur. Þetta er svona að grunni til það sem þetta gengur út af. En að þessu sögðu, af því að ég held að sé voðalega ferst að fá svona nýtt framboðsafl hérna inn á nesið, þá langar mig aðeins að segja í rauninni svolítið frá því hvers vegna við erum hér að bjóða fram. Vegna þess að Seltjarnarnes er bæjarfélag
þar sem að sko 88% íbúa eru tiltölulega ánægðir með lífið hér og gera svona tiltölulega litlar athugasemdir við sitt nærumhverfi. Það þýðir eins og það ekki að á mörgum sviðum mannlífsins sé ekki eitthvað sem betur megi fara. Það er svolítið sama hvert við lítum að það er búið að vera 50 ára stjórn Sjálfstæðisflokksins að stórum hluti góðs, en það er margt líka sem hefur látið verið liggja með til hluta. Ef við tökum bara sem dæmi, nú mun Þór á eftir útskýra það að fjárhagur sveitarfélagsins, hann er erfiður. Ég tek ekki undir með Samfylkingunum sem telur að við séum nánast bara að fara að sameinast Reykjavík, Vestregna, sveitarfélaginu og Stóri-Reykjavík. En það er hins vegar þannig að það eru 3 þættir hérna sem að tala að hafa átti okkur vandræði. Sjávarflóð sem við fáum lítið við gert. Samningur kennara, nú það þýðir ekki að fást það, Þór eins og aðrir hérna á Stóri-Reykjavík. Þeir sitja í samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og þeir eru auðvitað samþykktir þessi kennara hérna laun og geta nú í sjálfu sér bara kennt að hafa ekki átt að sjá því hvað afleiðingar það hefði, en auðvitað má kenna ríkinu það að hafa gengið þarna undan. En síðan er það virkilega stóri þátturinn sem er myglan. En enn einu sinni vil ég taka fram því að þegar þú maður segja hér í debatt, mygla er ekki bara allt í henni dregin upp úr hatti. Mygla er áratuga vanhöld á því að viðhalda húsnæði. Og það er svolítið það sem að ég geng út á eða mín pólitík. Það er það að rekstur sveitarfélags er viðhald, fegurðun, þjónusta í hennu litla sem hennu stóra. Þegar ég tala litla og hennu stóra þá var mér oft áttið í hug og ég spyr sjálf mig og búin að búa hér í 13 ár aftur eftir ég flutti hingað aftur bjó hér sem unglingur. Hvernig stendur á því til dæmis að sorphirðunni kemur alltaf óvart að koma jól. Samt komi jól á hverju einasta ári. En alltaf er tunnan mín full. Þetta er óalítið atriði. Þetta er bara svona atriði sem er óþarfi. Og einhver hægt að huga að 24. desember á hverju ári komi jól. Svo komum við að segja páskar. Pínulítið atriði, viðgerð á götum, gatnaviðgerð hafa verið gerða þannig að þetta er svo bútasumsteppi sumstaðar í göttunum. Nú, svo að þegar það koma kosningar þá varum við að vegamála allt daginn yfir bútasumni. En það er líka eitthvað sem er sjáanlegt og er ágætt að fá. Þegar við komum að þessu líka, þá er það bara lítil atriði. Það er áfram litlu atriði eins og við getum horta á því fyrir virkilega stóri atriði. Það er eins og til dæmis umferðaröryggi, þrengingar. Ef við tökum sem dæmi Lindabraut, það var fært strætisvagnaskýlið þar, en það er alveg jafn hættulegt og var fyrir. Okkur mátti ekki færa það lengra. Ég skil ekki svona rekstur eða ég skil ekki svona ákvarðanir. Nú en talandi strætó, þá er það margt í þessari þjónustu sem við búum við, sem er næsta skrítið. Ég búinn að taka þetta dæmi áður, ég ætla að taka það aftur, að því fór á Klapp, ég bý á Vesturströnd og hvert á ég oftar erindi heldur en nokkuð annað hér úr bænum. Það er í 3 nýlundarverslanir og af því ég komin yfir þennan aldur í apótekinu. Nú, til þess að gera það, þá þarf ég að fá 2 tillögur frá Klapp það hvað ég á að gera af því að auðvitað eins og allir hinnir seltingar í tek aldrei strætó. Það eru auðvitað 2 bíla heimili hér á flestum stöðum. En ef almenningssamgöngur eiga að þjóna tilgangi sínum, þá þurfa almenningsvagnar að fara þangað sem við þurfum að fara. Til þess að fara frá Vesturströnd út á Fiskislóð komu 2 tillögur. Fyrri, labbaðu í 14 mínútur út á Öldugranda og taktu strætó. Farðu í strætó í 2 mínútur og farðu út á Sléttuvegi. Labbaðu svo 14 mínútur aftur út á Fiskislóð. Nú svo kem ég, klifjaði með 4 poka og byrja að labba 14, strætói 2 og aftur 14. Eða hinn aðferðin sem eru 17 stoppistöðvar, fyrst í Hallagarð og svo aftur tilbaka. Þessi á að sjálfsögur er búið að breyta og huga að við setjum í stjórn strætó BS og af hverju ef við erum borg og annað 100 milljónir fyrir þjónustu, af hverju fáum við ekki þjónustu sem hentar okkur vel.
Ég næ nú ekki úr tímasvegna af því að búið að hippi í, sko, þeir ætla ekki eins og að gefa mér aukalega og þeir haldi kórugi með mér, sko. En það er aftur það, ég sagt mér alveg það. En hugið að því, við erum að koma þetta framboð til þess að sinna öll í sem hugarfjármálunum sem þarf að gera og bæta þessi litlu og stóru þjónustu atriði sem hver einasti maður þarf á að halda á henni sem. Takk fyrir mig. Fyrir, og já, við viljum að segja það, 6 mínúna tímamar, við stöndum Pétur upp og hlutur upp. En þá byrjum við næstan Þór, Sigur, Eðursson. Já, fundarstjórar og kæru kjósendur, það er frábært að vera komin hérna aftur 2026. Maður er svona tiltölulega ný skriðin út úr 2022 þar sem við vorum í Valhúsaskóla á svipuðu tíma fyrir 4 árum. Herðu, mér fer nú ekkert alltof vel að lesa ræðu af blaði en ég ætla að gera það. Þetta var flotti og skaftað að lesa þetta blaðlaust. Það er nú hugulegra finnst mér. En ég er með smá texta sem ég þarf að lesa fyrir ykkur og ég er að horfa í augun á fyrir leiðina því að það er mjög mikilvægt að horfa í augun á kjósendum. Seltjarnarnes er fallegast sveitarfélag á gjörvöldu Íslandi. Þetta segir fólk sem hingað kemur og það segir líka fólk sem hingað flytur. Og það segir mér líka fólk sem hér býr. Og það segir mér líka fólkið okkar sem hér kýs. Nesið okkar er einfaldlega langt best. Sjálfur hef ég ekki samanburð þegar ég er hér borinn og barnfæddur. Það hafi verið sönn forréttindi að alast hér upp og búa og starfa í fjölskyldubænum okkar. Svo stutt í allt, skólana, sundlaugina, íþróttasvæðin, golfvöllin, náttúruna á vestursvæðunum og svo Valhúshæðinni og svo auðvitað Eiðstorgið. Nesið heldur svo sannarlega vel utan okkur sem hér búum. Hér er mannlífið og samfélagið gott. Það hefur auðvitað ekki gerst af sjálfu sér. Að íbúar Seltjarnarness séu stoltir og ánægðir með bæinn sinn og þau gæði sem honum fylgja. Seltjarningar eru kröfuharðir þegar kemur að þjónustu og þeir eiga sannarlega að vera það því þjónusta, góð þjónusta, þýðir einfaldlega lífsgæði. Svo framsýna og einstaka sýn og framkvæmt sjálfstæðismann á sínu tíma að hafa vel flesta þjónustu fyrir börn og eldri borgara nánast á sömu torfunni hefur ávallt verið talandi mikilla lífsgæða ásamt samvinnu skóla, íþróttafélags sem stuðlar að fyrirmynda samfellu í vinnudegi barna og ungmenna. Fjölmargar staðfestar frásagnir til að fjölskyldufólki sem eru beinlínis flutt á Nesið einmitt vegna þessara lífsgæða sem hér hafa verið talað um. Lífsgæðin felast í öruggu umhverfi fyrir alla aldurshópa sem stórhaukur þar með lífsgæði allrar fjölskyldunar. Þessi lífsgæði höfum við sjálfstæðismenn byggt upp í gegnum árin með fólkin í bænum og aðburða starfsfólki í Seltjarnarnesbæjar. Það er gaman að sjá hve vel íbúar kunna að meta þetta því samkvæmt nýlegri sveitarfélagakönnun sem við Skafti minntist á má sjá að 88% íbúar eru mjög ánægðir með að bæinn sinn og þá þjónustu sem þeir fá hér. Við sjálfstæðismenn ætlum að halda ótrauð áfram á sömu braut. Þjónusta sveitarfélags er þess eðlis að engum tímapunkti er hægt að segja að það sé einhver verklok. Við höldum stöðugt áfram að bæta þjónustuna á sama tíma sem við reynum sannarlega að horfa í lækkun kostnaðar. Í komandi kosningum ætlum við sjálfstæðismenn nokkuð stóra hluti. Við erum eini flokkurinn sem valdi í efstu sæti síns lista með lýðræðislegum hætti í prófkjörum. Á lista okkar valdist einstaklega frambærilegur og áhugasamur hópur hvert sem litið er. Frábærlega vel menntað fólk með mjög víðtæka reynslu úr atvinnulífinu sem áttu að koma sér afar vel í bæjarmálum. Fólk sem umhugað Seltjarnarnes og samfélagið okkar hér. Ég er ótrúlega stoltur af þessum hópi sem gefur kostað sér í bæjarmálinu fyrir okkur öll. Við erum öll að róa í sömu átt með það að markmiða að halda áfram að gera bæinn okkar enn betri og fallegri. Það er svo ótalmargt sem við sjálfstæðismenn viljum gera fyrir bæinn okkar. Stóru málin á komandi kjörtímabili sem eru sannarlega fjölskyldumálin en einnig áframhaldandi uppbygging innviða. Nýr og glæsilegur leikskóli er í smíðum og það er gaman að segja frá því að uppsteypu hússins var lokið
í fyrsta áfanga byggingarinnar nú nýverið og því að fagna með skemmtilegu reisugil í hádeginu í dag. Áætluð verklokkur sumarið 2027 og þar munu bætast við hvorki fleiri færri en 150 ný leikskólarými sem mikið gleðiefni. Ég ætla nú að taka nokkuð dæmi þar sem við sjálfstæðismenn ætlum okkur að gera á komandi kjörtímabili, fáum við stuðning ykkar íbúa til áframhaldandi forystu. Þetta er ekki dæmandi listi. Við stefnum á að taka inn á leikskóla börn frá 12 mánaða aldri. Við ætlum að vinna vel og náið með leikskólanum að nýja leikskólamódelinu. Við ætlum að auka aðhald í rekstri. Við ætlum áfram að hlúa vel að eldri bæjarbúum. Við ætlum að huga öllum byggingum bæjar sem viðhaldsskrá og virku eftirliti. Við ætlum að vinna áfram að því að bæta skólalóðirnar. Við ætlum að fegra bæinn okkar enn frekar og endurnýja leikvelli og gera þá enn meiri samkomustöðum fjölskyldunar. Við viljum bæta aðstöðu til hreyfingar sem nýtist öllum aldurshópum, til dæmis meðfram göngu og skokkleiðum í kringum nesið. Við ætlum að halda áfram að styðja við gott og árangursríkt skólastarf bæjarins. Við ætlum að mæta hækkun á fasteignamati með lækkun Við ætlum að mæta hækkun á fasteignamati með lækkun álíkastuðuls á kjörtímabilinu. Við ætlum að finna leiðir til að klára endurbætur og opna félagsheimilis okkar sem fyrst. Við viljum nýta það enn betur með menningarlega tengdum hætti, enda skapar góð menning góðan bæjarbrag. Við ætlum að halda áfram öflugum stuðningi bæjarins við barna- og ungmennastarfi íþróttafélagana. Við ætlum að hlúa áfram að íþróttamannvirkjunum. Við ætlum að skipuleggja þróunarreit á miðbæjarsvæðinu í samvinnu íbúa. Við ætlum að malbika og laga stéttir. Við ætlum að auka umferðaröryggi. Við ætlum að tryggja hagsmuni Seltjarnarnesbæjar gagnvart samgöngum og sjóvörnum. Við ætlum að staðsetja neyðarviðbragð sjúkrabíls í bænum okkar. Við ætlum áfram að vera útsjónarsöm og sækja fram á öllum sviðum með hag bæjarbúa að leiðarljósi. Við ætlum áfram að hlusta raddir íbúa og í samræði við ykkur. Þetta er aðeins brot af því besta sem við ætlum okkur að gera á komandi kjörtímabili fyrir ykkur og með ykkur kæru Seltirningar. Og kæri kjósandi, þú veist alltaf hvað þú hefur í okkur sjálfstæðismönnum. Við erum alltaf til staðar og erum eina frambúð hér með alvöru stefnu og erum sannarlega traustsins verðir. Munið að setja X við D á kjördag og við vinnum áfram fyrir ykkur og með ykkur. Takk fyrir okkur og takk fyrir mig og áfram XD. Takk fyrir þetta. Seinastur á sviði Kristinn Ólafsson, oddviti Samfylkingar, Viðreisnar og Óhara. Komið þið sæl, gaman að sjá ykkur. Ég vil þakka þeim sem undirbjuggu þennan fund, frábært framtak að við skulum koma hér saman, ræða málin, skiptast á skoðunum. Það er mikilvægt og lýðræðislegt og þetta er bara frábært að sjá líka að þessa 3 lista að á þeim eru flott fólk sem er tilbúið að gefa sig í þessi sveitarstjórnarmál. Þetta er ekkert sjálfgefið og það er bara frábært að sjá fólk sem er tilbúið að standa í stafni og berjast fyrir því sem þarf að gera hér. Það er gott að búa á Nesinu. Hér hef ég búið mest alla mína ævi og ég er mjög ánægður með það sem við höfum. Skafti talar áðan strætóinn. Jú, ég er nú sammála með það mætti vera strætóleið út á Granda, en ég held að þetta app sem hann er með í símanum, það er svona fyrir svona gamalt fólk að hreyfa sig með það, svona hvatning, 14 mínútur labba, 2 mínútur í strætó. Þannig að ég er búin að fatta það, sko. En öllu gamni slepptu þá bjóðum við hér Samfylking, Viðreisn og Óhara fram vegna þess að við teljum að við höfum margt til málann að leggja. Og það getur vel verið að hér séu flestir komnir inn og búin að ákveða sig, en ég held að sé ekkert svoleiðis. Ég held að fólk sé komið til að hlusta. Og það sem við höfum að segja, það er það að þessi bær er góður mörguleiti, en samt síðustu 10 árin hafa hlutinir ekki farið kannski eins og skildi. Fjármálan hafa ekki verið nógu traust, það hafa komið upp alls konar hlutir sem að hafa haft áhrif á fjármálin og bærin hefur ekki náð að halda alveg í og bjóða þá þjónustu sem að fólk hefur viljað. Og það er sagt að þetta sé bara vitleysa og við höfum ekki rétt fyrir okkur, þetta sé allt í toppstandi. En við sem búum hérna sjáum alveg að hlutinir eru ekki í lagi. Við sjáum alveg að félagsheimilið er búið að standa autt í 6 ára vegna þess að það voru ekki peningar til að laga það. Við vitum það að það verður bara frábært mál að byggja nýja leikskóla, það þarf að taka 1,5 milljarða láni að minnsta kosti til að byggja hennar leikskóla. Við áttum að fá peninga annars staðar frá til að byggja leikskólan en það fór í skólan.
og það þurfti að laga hann. Ég sammála Skafta félaga mínum að það vantar meiri fyrirhyggju. Það er ekki nógu hugsað fram í tímann, það er ekki nógu góð plön. Við erum alltof mikið að bregðast við áföllum, við erum að bregðast við einhverju óvæntu, en ef að sveitarfélagið er vel rekið, þá eigum við alveg að geta gert það. Við eigum ekki, áföllin eru ákveðnar áskoranir, en eigum ekki að setja fjármálin alltaf úr skorðum. Það er það sem hefur gerst og það er ekki gott. Það vantar meiri fyrirhyggju, það vantar meiri framsýni og núna horfum við til dæmis á fjölskyldur sem eru með börn sem átt að byrja á leikskóla og það er einhvern veginn verið að ræða þessi mál í dag og virðist koma öllum á óvart hvað eru mörg börn á nesinu. Það hefði ekki átt að koma neinum á óvart, þessar tölur liggja allar fyrir, já, til dæmis Hagstofu. Og við vitum það að í september, október hefði verið sniðugt að setja snið með þessum foreldrum, fara yfir málin, finna lausnir, ekki núna. Núna erum við bara svolítið komin inn í ákveð vandamál, þetta er bara erfitt að leysa. Ég veit að allir vilja reyna að leysa þetta mál með góðum hug en við vitum ekki alveg hvernig þetta fer. Það eru margar áskoranir hér sem að við viljum taka á og þessi festa sem okkur finnst vanta, hún er mikilvæg að sé til staðar og góðar áætlanir og góð stjórnun á fjármálum. Líka annað sem okkur finnst skorta er þetta samtali við íbúa. Við erum bara 4700 og við eigum að geta átt virkara samtal. Samtal það sem skiptir okkur máli. Mér finnst alltaf mikið vera átök. Það þurfi ekki að vera svona átök. Bærin á að vera duglegur að kalla fólk til. Hvort sem það sé skipulagsmál, skólamál, mál sem snúa börnum, mál sem snúa eldri borgurum. Við erum að tala þessi mál. Við erum ekki svo mörg. Þetta er samfélag. Við þekkjumst öll, við þekkjum næstu því alla hér í salnum. Og við erum að geta bara rætt málin, fundið lausnir og það á ekki að koma upp svona staða eins og núna þar sem að foreldrar eru mikill óvissu, komast ekki út á vinnumarkaðinn vegna þessara óvissu. Við eigum að vera miklu framsýnni og vera búin að leysa málin áður en að þau voru komin á þetta stig. Við hjá Samfylkingu Viðreisn og Óháðum erum vel mönnuð, mjög vel mönnuð í þessari baráttu. Við bjóðum fram öflugan lista, fólk með víðtæka reynslu. Verkefnið er stórt, það þarf að taka á mörgu hér og við erum klár í það. Við viljum að það verði tekið á þessum rekstrarmálum að festu. Leið og verðum búin að ná tökum á fjármálunum, þá er miklu auðveldara að takast á við áföllin ef að þau komið. Það er miklu auðveldara að standa undir öflugri þjónustu. Við viljum öll hafa góða þjónustu. Það hefur alltaf verið hér á Seltjarnarnesi. En til þess að geta veitt hana, þurfum við að hafa pening. Og við viljum ekki heldur upp að hafa skatta, þið þekkið það. Við viljum borga lága skatta, þá þarf að fara vel með peninga. Fara vel með fjármál. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, þessar fínu framsögur. Við viljum þá vinda okkur yfir í svona smá farpásumræður og ætlum við þá félagum daginn og veginn. Sem ákvaða skipulega hérna að funda á 5 kjarnir á sviðinu. En við stöndum okkur bara verið þannig, ekki? Stokkar? Það er út að góða hérna á sviðinu. Og framsóknarstólar læti. Hérna, þess að byrja ná að leta nótunum, bara stutt svar. Ef þið væri dýr, hvaða dýr var þið? Segir ekki alveg sjálf. Er ekki hross í barminn? Ok, easy svar. Hvað segir þú? Ég held að ég væri fjallakett. Ég væri einhvers konar blandað. Ég er hrútur í hrútsmerkinu, en ég er líka fálki. Þannig hérna. Þannig að ég blanda hrútu og fálki. Þetta er náttúrulega dýr allt saman í hérna. Klappa fyrir þessu dýrum.
Takk Maggi fyrir að svona fara á léttu nótuna, en ég vil aðeins tala um fjármál bæjarins. Reksturinn er búinn að vera í járnum þó undanfarin ár. Margar ástæður, lífeyrisskuldbindingar núna síðast, skiljanlega, en hvernig, ef þú heldur áfram sem bæjarstjóri eftir kosningar, hvernig sér þetta fyrir þér að auka tekjur, minnka útgjöld og koma rekstrinum í lag? Já, takk fyrir spurninguna og takk fyrir fund, ég gleymdi að þakka fyrir hana. Ég sé fyrir mér bara margþáttar aðgerðir því, en einna helst er þessi klassíska hagræðing. Og við höfum nú unnið í því undanfarið þessu kjörtímabili, nú er þetta meirihluti að horfa vel og vandlega í allar krónur sem að fara í gegn hjá Bæjarsjóði Seltjarnarness. Við erum enn að jafna okkur eftir þessi áföll sem var til að mynda í þessu húsi og hinum skólanum. Við setjum tiltölulega nýja endurnýju húsi bara sem er þó 70 og 80 ára gamalt með eftir hvaða áfanga í hvaða enda þú ert. Þetta er þetta nýjasta álman hér. Við erum að horfa í þróun sem að hófst í fyrra þar sem við náðum viðsnúningi upp á 680 milljónir milli ára án þess að eiga nokkuð við skattahækkanir eða neitt slíkt. Þannig að sú þróun er í gangi og það sem gerist í núverandi ársreikningi sem er okkur óhagstæður 350 milljónir í samstæðu er raun bara kjarasamningar, lífeyrisskuldbinding, sjóðtjón, auka deild á leikskóla sem við gátum ekki gert ráð fyrir þessu. Og annað eins og sem ég kom inn á áðan að eins og Kristín segir að við erum að sýna fyrirhyggju. Ég vildi ekki að geta sýnt fyrirhyggju og gert ráð fyrir 1,5 milljarðs króna reikningi vegna myglu í skólum. Ég bara gæti ekki. Já, en sér þið fyrir þér eitthvað plan fyrir næsta kjörtímabil, sér þið fyrir þér eitthvað sérstakt sem þú ætlar að fara í eða bara halda áfram að horfa ykkur eitthvað krónu? Ég ætla að horfa í hverja krónu og halda áfram þeirri þróun sem við hófum í fyrra. Þannig að við náðum þessu viðsnúningi án skattahækkana. Þannig að við vitum alveg hvað við getum, við vitum hvað býr í okkur og við vitum hvað við þurfum að gera. En vissulega þarf náttúrulega að fjármagna það sem við erum náttúrulega með sterkt veltufé, það má ekki glemma því. Og í raun eru okkar grunnþjónusta sem við verjum alltaf með kjafturknóm. Hún kemur alltaf fyrst og síðan við þurfum að fara að skoða önnur verkefni. Það er bara þannig. Þannig höfum við alltaf unnið sjálfsagt. Takk fyrir það. Kristín, þú nefndir leikskólan að hann verður tekinn að láni, en þú veist, svona, ég segi þetta þannig að hann fer bara á fjárfestingu og borgar svo bara inn í framtíðina. En hvað myndir þú gera ef þú mútið setjast í bæjarstjórastól? Hvernig myndir þú taka reksturinn í gegn? Það er ótrúlegt í þessari umræðu hvað við Skafturum oft saman. Það er náttúrulega, það þarf bara að reka bæjarfélag, þetta er svo bara reka fyrirtæki. Það þarf að reka þetta mjög agað og vera með skýrar áætlanir. Ef við erum ekki að ná okkar áætlanum, þá er mikilvægt að flagga það upp og við þurfum þá bara að skera einn framistað niður. Það gengur ekki að ýta þessu öllu undan sér stöð. Við erum með uppsatana 84 milljónir taprekstur á cirka 10 árum og eins og hefur komið fram, það hefur það áhrif á reksturinn. Við þurfum bara að við erum með góða skattekjur per einstakling. Ég tel að ef við erum með hér bara alvöru rekstur og agana, þá eigum við að geta snúið þessu við og náð hér bara virkilega góðum árangri en við erum bara að lofa einhverjum stórum fjárfestingum með stórum verkefnum, við þurfum bara að vinna okkur áfram út úr þessu og þessar fjárfestingar, eftir 2027 erum við kannski að tala um 250 milljónir í vexti sem við þurfum að greiða. Fyrir það væri hægt að gera ansi mikið. Og þessi umræða alltaf að við séum með lægsta útsvari, við höfum rætt áður en það er ekki um 130 milljónir sem það myndi skila ef við myndum vera útsvarið í botn. Það eitt og sér er ekkert að skila neinu sko. Við þurfum að horfa inn í reksturinn, taka til, vera auðvitað. Sérðu þá fyrir þér að fullnýta útsvarið? Nei, ég sagði það ekki. Það er eitthvað sem það þarf að fara bara yfir. Og við sjáum til dæmis að bærinn er að fá 80 milljarð úr jöfnunarsjóðum. Við vorum að fá ansi góðar greiðslur líka bara úr fasteignamati og veitugjöldum. Þannig að þetta hefur allt saman skilað sér inn í tekjur. Og mér finnst ótímabært að segja að við sem erum að hækka skatta, skulum fyrst bara búa til áætlun og sjá hversu langt hún nær. Og ég hef komin að rekstri 20 ár og það sem skiptir máli er bara að vera agaður.
Skafti, þú varst einu sinni formaður félags skattgreiðenda. Nei, núverandi. Núverandi, já. Starfandi formaður. Afsakið. En þetta spurningin þess að Auðvitað sko fyrir alla núna að kjósa mig inn og sjá hvort ég geti staðið við það sem ég er að berjast fyrir. já, og nú er ég búinn að spyrja hérna fóðan þetta hvernig er að Leiffoss hækka tekjur eða minnka útgjöld. Hvernig sér þú það fyrir þér? Ég ætla að byrja á því að bara Kristín Hindri fyrir að vísa því svona allt yfir að þessum sammálu fyrir mast. Við vorum til dæmis ekki sammálu það, ég reyndi að gera athugasemdina fyrir það í aðeins hjá mokkanum. Aðeins næri á. Að þar var þeim með Kristín orði eins og klassískt fyrir vinstrimenn að ef við hefðum haft fullt útsvar síðustu 10 ár þá væru 800 milljónir meir í kassanum. Þá er algjörlega litið fram hjá því auðvitað sem að mér er kært að það er 800 milljónir minna í vasa íbúanna eftir. Þetta er alveg furðuleg afstæða stundum að kannski bæjarins þetta fyrir en ekki þetta sem aflæðir eru. Og ef ég lít eins og yfir fjármálbæjarins í dag þá er það alveg vissulega rétt. Lífeyrissjóðsskuldbindingar þar eru töluvert ógnvekjandi. Þær eru hins vegar áætlun og þær eru ekki vaxtabærandi og við verðum að horfa til þess að ég tel að bærinn til framtíðar muni alveg ráða við þessi skuldir. Það að taka leikskólan að láni er auðvitað slæmt að veltuféð frá rekstri skuli ekki vera þegar síðast ársreikningu síðast á 3%. Það er það sem við höfum til þess að gera hluti í bænum. En á móti kemur að framtíðaráætlun og sérstaklega þá það sem jöfnunarsjóður gefur á sér virðist enda til þess. Ef við erum ekki að standa í þessum miklu framkvæmdum ásamt auknu framleggjum þá sé bærinn ágætlega slátt og það sé hægt að fara að horfa til þess sem reyndar mér skilst að Samfylkingin sé núna að fara að taka upp eftir okkur er að horfa á fráveitu og skuldir sem eru óeðlilega há vegna þess að á Seltjarnarnesi er ekki hóflegir skattar. Hæstu fráveitu, vass og fasteignaskattar á landinu og auðvitað vegna tekna hér. Þá er útsvarið að gefa meira af sér. Þetta er líklega nokkuð starf annars starf mann. Og við höfum úr mikla móða með einfallega útsjónarsemi, sparsemi, hagræðingu og vera svo að sinna íbúðunum í grunnþörfum og einhverju öðru þá er alveg að halda. Mér finnst bara, þannig að ég var að skjóta mig hérna, mér finnst bara mikilvægt að... Ég hef því áfram sko. Mér finnst bara mikilvægt að bærinn fjármálinn séu sjálfbær og við séum ekki að velta skuldum okkar yfir á komandi kynslóðir. Ég vil að við sem sitjum hér inni berum ábyrgð á þeim rekstri sem verður með í dag séum ekki að búa til einhver slóð eftir okkur maður til að vera. En skapti bara einn stuð, sko, sérðu fyrir að Seltjarnarnes semji sérstaklega við stóra stéttir eins og kennara og slíkt en ekki með sambandinu? Ég held að það sé afskaplega erfitt að bróta sig út úr því. Ég hélt málþing á vegum samtaka skattgreiðenda skólakerfið. Það er svo góð formaður. Já. Ég sagði líka, ég hélt það. 2013 og þá kom í ljós, þar var ég með mikið af forsvarsmönnum einkaskólana að þeir töldu algjörlega nauðsynlegt að stofna sjálfstætt félag kennara. Það er að segja að brjóta þessi út úr núverandi kennarasambandi sem ég tel reyndar að sjóði letjandi fyrir alla menntun í landinu. Kannski aðstöð með þið beitingu fyrir að lækka fasteignagjald? Fyrst og fremst byrjum á því að horfa á vass- og fráveitugjöldin sem eru hér óeðlilega há. Gott, þá höldum við aðeins áfram úr fjármálunum yfir í leikskólamálin. Nú hafa börn á Seltjarnarnesi ekki alveg verið að komast snemma inn á leikskóla og það hefur verið svona rísandi vandamálið í bænum. Kannski við byrjum bara aftur á Þór. Nú lofið þið 12 mánaða eða þessum börnum sem eru 12 mánaða inn á leikskóla. Hvernig ætlaði að standa við það að það er ekki gengið svona vel hingað til? Já, satt segiru. Samþykkti bæjarins kveða á að barn komist inn á leikskóla við 2 ára aldur. Við erum nú verið að gera gott betur í það, við erum komist inn í 14 mánaða lægst. Við erum eins og allir vita og ég sagði minni hrásjóðan að byggja einn út á horni og það eru 150 rými sem við bindum mikla vonir við að geta tekið þó inntöku aldurinn niður og það er þá á næsta ári sem við getum hafist handa við það.
En við erum í tímabundnu vandamál núna, það eru 14 ný aðflutt börn í bæjarfélagi sem ber bara hrósa, það bara frábært, það eftirsóknarvert að koma út á Nes. Og við erum með frábæra leikskóla, við erum með snemdaka íhlutum, við erum með tónlistakennsluna, við erum með ýmislegt að fólk fari miklu meira fyrir peninginn á leikskólum okkar heldur annars staðar. Og það bara einn af hlutunum sem við höfum byggt upp til að gera bæinn einmitt að fjölskyldubænum Seltjarnarnesi. Aftur á móti erum við að leita allra leiða núna fyrir þennan hóp og getum vonandi flutt jákvæða fréttir á næstu dögum af því. Þannig að við erum að kanna bara alla möguleika og ég ætla ekkert að helst ekki láta fólki okkar fara ósátt inn í sumarið. Það ekki okkar stíl. Og með heimgreiðslu til foreldra? Já, það okkar stefnuskrá líka. Eða ekki heim, kannski ekki að við kallum þetta biðlistakreiðslur. En var það ekki líka fyrir fjórumorðanda? Jú, en við erum með þess að býta í neðruvörun okkur út af þessu verkefni hér sem við sittum í. Það var ansi frekt á fyrir og við náttúrulega sínum ábyrgð og reynum að tryggja grunnþjónustuna fyrst og skólahúsin séu heilnæm. Það náttúrulega, það verður að koma fyrr. Ég gott, Skafti, hvernig stefnan með húsins í skólanum? Við vorum á fundi þar sem að Þórvald og Starturinn, þetta ekki talsmaður, fyrir 2 kvöldum síðan með foreldrum leikskólabarna og þá það að segja eins og að það rétt sem að Kristín talar það svona eins og kortir í 12 gerist hlutirnir. Nú Þóra að tala það að í bara nánast næstu dagar sé einhverja frétta að vænta. Það mjög skrítið, því að ef ekki verið kosningar væri örugglega ekkert að frétta. Nei, það ekki rétt og svo mjög gaman til þess að vísa að Sjálfstæðisflokkurinn, hann ætlar eftir okkur. Við lofum strax heimgreiðslum í debatti mokkanum sem ég vitna aftur í það, þá hyggst Þóri yfir því hvort hann ætlar að lofa slíku. Við erum bara einfaldlega að lofa því frá því núna í júní að greiða foreldrum stuðningsgreiðslu, það ekki rétt að kalla þetta alltaf heimgreiðslu, meðan að verið að brúa ástand sem að kemur Sjálfstæðisflokknum alveg gjörsamlega opna skjöldum. Nú, þau ætla núna að taka þetta upp, en þau voru með það fyrir 4 árum síðan og ekkert gerðist. Mér reiknast til að ef að heimgreiðslan væri 250.000 krónur á foreldri, eða á hvert barn í rauninni, því þetta fylgir barninu, þetta ekki foreldrinu, þá sé það svipuð fjárhæð og bæri niður núna 2025 í Fossvogsbrú, sem eitthvað galnasta verkefni sem ég veit til þess að nokkuð tíman að Selfossbær taki þátt í, Seltjarnarnesbær taki þátt í, sem alveg ótrúlegt. Ég held að það átti sig enginn á því hvað samgönguáætlun að fara að kosta okkur og hvað hún skiptar okkur litlu máli gagnvart þessum fréttum. Þannig að þetta væri svona það fyrsta sem ég myndi skoða hvað var það fjármál aðeins. Kristín, svona með ykkar áherslur í listskólumálum, svona hvað sem þetta verið? Já, við varum á þessum fundi og það greinlega bara að neyðin stór og reiði foreldra mikil og það sem að við myndum gera að við varum hefur velferð að setjast niður með þessum hópum og reyna að finna lausnir sem eru svona þjóna þeim best og ég veit ekki hvort það væri einhverjar svona stuðningsgreiðslur eða eitthvað annað og ég held að það sé bara að mikilvægt að taka þetta samtal með þessu fólki sem er á í vandræðum og ég veit að þeim finnst óréttlátt að það verið að borga hér styðja við börn sem eru einkareknum leikskólum í Reykjavík stórar upphæðir og fólk finnst kannski ásækjandi að þau séu ekki að fá einhvað svipað en ég bara sammála Þóri líka við þurfum að gera þetta með skynsemi og það þarf að finna fjármögnun í þetta en klárlega það þarf að leysa þetta og það bara slæmt að vera komin í þessar stöðu svona með bakið uppi vegg. Ég heyri það hins vegar fyrir ekki að þessi flokkæðin tveir elda mig með slíkum hætti að ég myndi eftir því að við líklega koma okkar í gegn á að það er kosið. Já, ég sá að þú varst spenntur að segja þetta. Ég er þetta svo auðljóst. Ég er þetta ánægðast með að Skafti að láta Selfoss borga Fossvogsbrú. Það er það hlutið. Hérna, nú ætla að tekna fyrir ykkur mynd, sko. Það er búið að telja öll atkvæði og hérna þetta að einhvern tímann nóttina eftir kosningar Ólafur Harðarsson og Bogi eitthvað spekulera hérna í tölunum og Sjálfstæðisflokkur með 3 Samfylking, Viðreisn og Óháðar með 3 Miðflokkur og Óháðar með 1 Þóri, hvað tringjur?
Ég var ekki guðþögla. En ég vona að þetta raungerist ekki. Þetta ekki, allavega ekki blötu draumur á neinum. Þannig að við verðum að reyna með öllum ráðum að koma í veg fyrir þetta gerist. Já, þetta er náttúrulega mjög framandi fyrir... Já, ég langar helst ekkert að eiga þetta símtal, sko. Og ég vona að koma ekki til þess. En ef komið til þess sem að er mjög óþægilegt, þá er ég bara aðeins svona að fá að melta það. Það verður aldrei þurft að hringja þetta símtal og setja þetta sig áður. Nei, það verður sögulegt. Það er eitt sem að gamli sagði í gamla dag og sagði alltaf: ég kann ekki að mynda meirihluta. Og ég ætla ekki að læra það. Heyrið það? Stór orð. En svo kemur til greina að þínu mati ef þú þarft þess að mynda einhvers konar þjóðstjórn hér á Seltjarnarnesi með öllum flokkum. Veistu að ég hef bara ekki hugsað þetta og ég átti ekki vonað þessar spurningu hér í kvöld. Þannig að ég skal ekki segja að það er bara að setjast niður með mínu fólki og ákveða það. Þetta er ekki sem oddvitin ákveður einn, sko. En ég ætla að endurtaka, ég vona ekki að það þurfi ekki að koma til þess. Já, takk fyrir þetta. Kristín, nú heyrðu að Þór mjög hikandi við að hringja að nóttina og þá kannski lítið þú tækifæri að þú hringjum bara í Skafta. Það er nú þannig að ég á mjög auðvelt með að taka erfið símtöl. Og ég myndi byrja á því að hringja Þór og því honum nú ákveðin svona stuðning að þetta getur nú ekki honum að kenna, mér að kenna. Svo myndi ég hringja í Skafta líka og heyra bara í Hólmiljóðið. Ég myndi hringja í báða þessa herramenn, sjá hvernig landið liggur, hvernig hafa með það, hvert vilja menn fara. Eins og kemur hérna fram, það er ekki heimur að hafa á milli okkar. Þetta samfélag hér er gott, við elskum allir, við viljum því það besta. Þannig ég held að ég myndi þykja báða þessa félaga mína hér og ræða málin og bara verið spennandi oft fram þetta. Sennilega eitthvað lítið bjór en mjög spennandi. Líklega er þetta ekki hringt, við erum vilja að hittast bara. Já, mæla okkur á út á Auðstorgi. Já, það takkir strætó. En stofnunum Skafti kemur strætó. Stofnunum á Seltjarnarnesi. Sjáu þið fyrir ykkur okkur þrjá á Auðstorgi, tala saman og allir í kring að fylgjast með. Líða eftir að hvítir einhver í stíguru. Það komið stjórn! Þú veist þetta búið, það er ekki nefnt að stofnunarmenni þeirri meðhlutamyndinni er ekkert á Seltjarnarnesi. Þetta er svona agaleg hugmynd með þetta símtal. Ég var ekki Það er til að ég hringi þig. Ég var bara stjórnleika áfalli, en Skafti, þú myndir nú vera stökkur að hringja eitthvað, eða ekki? Vittu, okkur er að ég hringja, ég sætast að stelpan á ballinu. Þetta er alveg fráleg, þetta er bara, þið verður að hringja. Sko, hvað ætlir þið að bjóða mér? Þú verður nú ekki sætast á stelpan á ballinu nema þú fáið danskort, sko. Það er bara þannig, nei, það er alveg rétt. En hins vegar... Ég ætti nú ekki annað eftir að hringi 2 skötáta stelpur. Það sé að báður. Það er svona skriðið. Þetta er auðvitað þannig að svona hluti af þessu að bjóða fram núna og reyndar þegar ég bauði fram fyrir 8 árum síðan er auðvitað að vera minnkurinn í hestabókunni. Því að hugsa ykkur það til dæmis fyrir 8 árum síðan og þá bauðum við fram og þetta er bókstafnum F og reyndar auðvistu við í glugganum fyrir neðan sjálfstæðishúsi F fyrir nýja D af því að komum auðvitað hægra megin frá og það var það ekki nema 14 atkvæði til þess að fella listan og hvernig hefði ég fellt? Bjarnar okkur sem gekk síðan í björn með Samfylkingunni. Þannig að ég er bara að benda á það að við erum afskaplega góður valkostur fyrir væntanlega hægra megin. Þó að Kristín telji lítið ganga á milli hérna okkar, þá svona segir það alltaf sem auðvitað fyrsta kost. Það segir sjálf. Já, takk fyrir það. Takk ég. Ég vil nú taka einn lokaring. Takk ég. Kannski byrjum bara á þér Skafti. Hvernig serðu þú Seltjarnarnes eftir 20 ár? Veit það ekki, við döður. En fyrir eftirlífandi, hvernig það var að byggja þetta og ekki sambúið? Nei, ég held fyrst og fremst, ég hef sagt þetta áður, við hefum 2 lóðir eftir hér og Viðar, sem allir vita í rauninni hverjir eru. Það er að segja við eigum lóðina við Eiðistorg og svo eigum við lóðin bensínstöðarlöðan Sökulöð.
Við erum að verða bær sem afskaplega þroskaður í uppbyggingum og eina sem ég á með draumum það að við séum komin bær sem veitir afburðaþjónustu. Hann ekki að hugsa að reyna að fjölga íbúanum, hann að hugsa það að veita þeim þjónustu sem að hér búa af þessum klassa að annað sér ekki til á landinu. Vegna þess að hér best að búa, hér fallegasta umhverfið og það vantar svolítið upp á það að við fegurum og gerum vel við þennan bæ. Það það sem ég sé fyrir mér. Ég sé fyrir mér hér börnin mín og barnabörn búa hér úti í þróundarlega og njóta þess. Gott, en þú Kristinn, hvernig svona þegar þú framtíð sem Seltjarnarnes bær? Já, það einu munurinn á svarinu mínu og Skafta. Ég ætla að vera út á golfi til að spila golf og njóta þess hér, en ég alveg samferður að eftir 20 ára þá verður búið að ná tökum á fjármálunum vegna þess að við viljum komast til valda og hafa okkar áhrif. Og eftir 20 ára verður allir búin að gleyma því að hér var bara XD ráðandi ríkjum í svona mörg ár. Þannig að ég held að bærin hafa bara gott af breytingum, þannig að við komum tíma á breytingar. En þú Þór, hvernig verður sjálfstæðisflokkurinn meðlut eftir 20 ára? Já, ég segi bara að Kitty minn, dream on. Eftir 20 ára þeir báðir farnir. Ég yngstur að þessum skörm. Ég verð þetta 79 ára. Ég verð líklega að koma með nýjan Evergóm. Verð út á golfvelli, eldhress, nýhættur sem bæjarstjóri. Nei, ég segi svona. En bærinn verður flottur undir okkar stjórn. Þetta verður svona cirka 5.400 manna samfélag, trúi ég. Búið að byggja allar gróttubyggðina, búið að byggja þessa þéttingareiti í samvinnu íbúana. Við verðum að koma með nýjan verslunarkjarna mögulega þarna og eitthvað flott á bensinstöðvalögum. Þannig að hóflegt og landsetning eitthvað stöð? Nei, ég er ekki að fara í það. Við glemtum hugmyndinni. Þannig að við vorum á fína fundi í gærkvöldi sem var fyrsti vísirinn að því að hlusta á fólkið, hvað það vil gera á þessum þróunarreitum. Og það bara voða gaman að heyra hvað kemur út af því að þar voru einhverjar minnast á landfyllingar en það fór alveg þversum í fólk, þannig ég býst við að ég tala ekkert meira um landfyllingar en ég lifi. En við verum bara með fallegan fyrirmyndarbæ sem verður áfram fjölskyldubær og fólki sem núna börn og að komast á leikskóla verður orðið fullorðið. Og þetta býr hjá okkur ennþá, sem lengst. Og ég bara hlakka til eftir 20 ár. Það verður fyrirmyndar, þetta okkar stjórn. Takk fyrir. Nú þessum dagskrárliði lokið í bili. Ef ekki að klappa fyrir þið bara? Næst ætlum við að taka spurningar úr sal. Þannig að þeir bara rétta upp hönd og Kalli ætlar að skjótast með mækin hérna á milli. Kannski bara stutt að fara yfir reglurnar. Ég hef farið á 100 íbúafunda þar sem að menn í prímálofdúkum hafa haldið langar ræður og spurningin engin. Og það ótrúlega erfitt fyrir ekki bara þá sem á sviðinu, heldur bara alla í salnum. Þannig að ég bið ykkur að hafa bara stuttar spurningar, rétta svo Kalla mækin aftur og setjast. Það saman bara í vesti, sko. Ég heiti Örn, ég með eina spurningu til Skafta. 2018 tókstu vel á því og hristir upp í, þá var mikið svona deilur í samfélaginu okkar. Nú erum við svona á lignum sjó, 88% íbúa sáttir. Ekki mesta líkur á því að atkvæði greidd Miðflokknum detti dauðniður og komi Samfylkingunni til valda? Takk. Ég eiginlega þurfti að fá þessa spurningu því mig langaði að koma þess að áðan. Vegna þess að þetta einmitt hinn hliðin á þeim pening sem ég hef bent á. Sem það að Sjálfstæðisflokkurinn og 50 ára meirihluti hans á Seltjarnarnesi að falla eftir rúma viku. Það getur aðeins gert með tvennum hætti. Það gerist með því að 4. maður á lista Sjálfstæðisflokksins, hann fellur og ég fer inn. Eða það gerist með því að við náum ekki nægum atkvæðafjölda, þannig að það falla dauð akkúrat 300 atkvæði eða svo.
og þá Sjálfstæðisflokkurinn líka fallinn. Þá fellur hann mögulega út á minnihluta atkvæða, en þið þekkið það líka vel í Sjálfstæðisflokknum að þið hafi líka verið hér með minnihluta atkvæða eins og 2018. Það var nú bara þannig. Þannig að ég tel bara hluti af lýðræðislegu ferli og ég hygg ekkert við að taka hennar slag vegna þess að með þennan hóp sem ég með, þá erum við að fara að ná manni, þið að missa ykkar fjórðamann og við erum meira segja af því að vinur minn Kristín er svo saman mér að meira segja hluti af hans fólk að kjósa mig. Hann er búin að ákveða sig nú. Já. Geta fyrir marga, sko. Mér langar til að spyrja, ég í nokkrum félögum hérna á Seltjarnarnesi, íþróttafélaginu, Slysavarnadeildinni og svo sæki ég mikið starfi hjá öldruðum. Þið hafði kannski ekki þessi hjólum sem nú komin í þess. Og ég vil þakka bænum fyrir allt það góða starf sem að bærin gerir fyrir eldra fólk. Það er mikið gert og líka í kirkjunni. Ég fyrir í kirkjuna reglulega og það mikið og ég mjög ánægð með það starf sem þar og veit að bærin styður við það. Munið þeir þrír halda því áfram að styðja við kirkjuna og við íþróttafélagið eins og við hefum gert með stuðningnum til fjölskyldna með, hvað heit þetta hann, íþróttastyrkur, já, ég er ekki með börn þar sem við sýndum ykkur, en mér langar að vita þetta því að ég finnst þetta starf sem er gert í svona af frjálsum félögum hérna í bænum að það er svo mikið atriði, starfi í kirkjunni, starfi á skólabraut og allstaðar sem það bæði og félag eldri borgara, það er allstaðar að gera góða hluti í sjálfboðinu. Já. Þetta er svona það sem er kallað félagsauður, kannski Kristinn, þú er jáfn svo Skafti, svo þú. Alveg klárlega og við höfum verið að heimsækja þessa staði og þar vil ég bara hrósa bænum. Það var mjög vel að þessu staði og þessi félagsauður er mjög mikilvægur. Þú kannski glemdir að út á golfklúbbnum, hér út í Suðurnes, þar sjáum við bara mjög mikið af fullorðnu fólki sem er að spásera, að velta þessa hvítu kúlu, njóta samvistar við hvort annað og yngra bæði eldri og yngri og mjög flott starf þar líka. Þannig að já, við munum styðja við þetta allt saman og okkur finnst mjög mikilvægt að fólk, eldra fólk, fái að búa hér í þessu bæjarfélagi sem lengst og fá að vera heima hjá sér ef það vill það sem lengst og fá stuðning til þess og það er alveg greinilegt að það verður að sinna þess bara nokkuð vel og ég held að hlutfall eldri borgar mun örugglega aukast í þessu bæjarfélagi því við vonandi verðum öll eldri og við þurfum bara að styðja við þetta allt saman. Þetta er bara mjög mikilvægt að við sem erum fædd og uppalinn mörgur eða aðflögt skiptir ekki máli við viljum vera hér sem lengst og styðjum þetta. Skafti. Já, ef ég hefði samið spurningar fyrir Örn og Petru, þá hefði það verið þessar tvær. Vegna þess að þetta gefur alveg ómetanlegt tækifæri til þess að bera blak af ósinnendum sem að ganga hér og eru höfð eftir mér til dæmis það að við hyggjum skera niður stuðning við Gróttu. Hvaðan þetta kemur, hef ég ekki hugmynd. Síðan komu önnur ósamlendi sem var það að við myndum hætta að styðja kirkjuna sem var þykkur frá bænum skipst mér 5 milljónir á því. Þegar mér er sagt þetta, og vissi ég nú ekki einu sinni að þessi styrkur væri fyrir hendi svo ég hefði ekki einu sinni geta skorið að niður sko. En auðvitað er það þannig að það sem býr til samfélag er ekki bæjarstjórn. Samfélag er búið til að fólkinu og það eru frjálsum félög fólksins sem búa til almenna borgarbragð og það er að sjálfsögðu þannig að við hyggjumst áfram styðja það, reyna ég að gera enn betur. Ég vil endilega skoða til dæmis hugmyndir félagsheimili í því sambandi þó að ég ætli ekki að lofa því að það fari einhverja 350-400 milljónir tafarlaust vegna þess að það er óábyrgt að lofa einhverju sem að maður getur ekki örugglega staðið við. En þetta var frábær spurning, Petra, men takk fyrir það. Já, Petra, takk fyrir spurninguna. Við erum svo sannarlega að halda á stuðningi við íþróttafélögin og þessi félög í bænum, Slysavarnadeildina og Ársæl, gamla Albert,
Við erum að styrkja meira að segja Selkórin, þannig að við styrkjum áfram þetta góða starf og í raun veit ég ekki alveg hvernig starfið gæti þrifist í íþróttafélagum til að mynda án þess að bærinn kæmi að því starfi. Æskulýðsstarfið okkur gríðarlega mikilvægt, barnastarfið. Það mjög blómlegt í Gróttu og golfklúbbnum og ég veit að það í björgunarsveitinni líka. Þannig við styðjum áfram við þessi góðu mál öll og ekki hvað síst við ykkur eldri borgarana. Þeir eru okkur mjög hugleiknir og við viljum gera meira fyrir ykkur. Ég býst við að við verðum harmoníkuball í sumar. Maður með spurningu, ég Tinna og takk fyrir svörin og framsögnin hjá okkur. Mér langar að spyrja ykkur spurningar sem ég vil ekki svara huglegt, heldur þið svarið skýrt hvað ætlið þið fyrst árið, eftir 12 mánuði og síðan eftir 4 ár, þið með svara út frá kostnaðarhlið, tekjuhlið eða eitthvað skilgreint markmið, hvað tveimur markmiðum eða lækkun í kostnað tekjum allir ná innan 12 mánuða og síðan innan 4 ára. Ekkert huglegt, bara eitthvað skilgreint á 4 atriði hjá hverjum ykkar. Ég náði ekki alveg hvað þú sagði. Einhver markmið, annað í kostnaði eða tekjum sem þið ætla að ná eða eitthvað verkefni sem þið ætla að klára á 12 mánuðum eða 4 árum. Auðvitað hefur kannski núverandi bæjarstjóri ákveðin svona, þú veist meira reksturinn en ég myndi vilja heyra frá okkur öllum. Já, þú byrjað þú? Já, það ég gleymi spurningu. Góð spurning þinna. Skaffið þú munnar. Já. Ég Nú veit ekki að ég byrja á það. Nei. Ég var að stríða, þú sagðist þú eru gammal. Tinna, takk fyrir spurninguna. Ég ætla að góður afkoma hitaveitunni. Við erum búin að breyta hitaveitunni aðeins núna. Við erum bara snjallmæla að veiða og ég ætla að ná fínni afkoma henni. Við erum líka búin að færa stöðugildi yfir hitaveitunni sem ekki var áður. Þess vegna er hún ekki sína þá afkomu sem ég vildi sjá. Ég tel að vera full tækifæri þar til að ná góðri afkoma henni á næstu, bara byrjum á 12 mánuðum og jafnvel enn meiri að 4 mánuðum liðum. Því að þarna liggur framtíð að tækifæri fyrir bæinn í þessari innviðauppbyggingu sem felst í snjallmælavæðingu og raun meiri svona gervigreindar aðstoð og nútíma tækni sem við þurfum að innleiða hér í bæinn. Þú erum ekki Kristinn? Já, það sem að ég myndi einhenda mér í að búa til alvöru viðhaldsáætlanir fyrir eignir bæjarins og tryggja þannig fyrirsjáanleika. Ég myndi vilja líka búa til góðar áætlanir fyrir skólan okkar, fjölgun í skólanum, leikskólanum, reyna að fá sem besta innsýn inn í framtíðina þannig að við vitum í hvað peningarnir okkar að fara vegna þess að það langmest á okkar fjármunum fara í að þjónusta fjölskyldur og við þurfum að standa keik þegar kemur á þessum hlutum, þannig að við höfum byggist vanta til dæmis alveg viðhaldsáætlanir hér og mér finnst það mjög mikilvægt að skilgreina ákveðið fjármagn sem við setjum í það á hverju ári. Miðað við svona eignir bæjarins í dag þá var ekki dólulegt að það var 130-40 milljónir sem færi bara stöðugt í viðhald. Þannig að við myndum aldrei lenda í því að skólahúsnæði eða annað húsnæði meglaði eins og við höfum lent í allt og oft. Já, ég skil nú reyndar spurninguna til að fyrst og fremst fjárhagslega, kannski rangt með réttið að röngu en markmiðið til 12 mánaða er fyrst og fremst að ná stöðum rekstri. Þá ég við það að bærinn hætti að tapa peningum. Ég verð að viðurkenna það að fyrir þá sem ekki sitja beinlínis rétti megin við borðið er erfiðar að sjá þetta og það þarf tíma til að kynna sér það, en það er 12 mánaða markmið. 4 ára markmið er það að bærinn skili að sjálfsögðu minni háttar hagnaði, ekki miklum, vegna þess að bæinn á ekki að skila hagnaði, þá hann að lækka skatta sem því nemur, en að ná 6-8% velti fyrir frá rekstri. Það er algjört markmið, vegna þess að ef ekki það ekki, þá höfum við ekki fjármuni til þess að ráðstafa í það sem nauðsynlegt þarf að gera. Þetta væri 12 mánaða markmið og þetta væri 4 ára markmið. Gott, fleiri spurningar? Drari? Heilir og sælir og takk fyrir góða fund. Voru mjög skemmtilegt að hlusta á okkur og greinilegt að hér eru góðir talsmenn og sölumenn.
það sem ég aðeins að velta fyrir mig sérstaklega varandi þetta síðasta markmið varandi hallaleysa rekstur eftir 12 mánuði og ná svona öflugu veltu fjár hlutfalli. Því að eina sem ég hef heyrt frá miðflokknum í kosningabaráttunni eru í rauninu útgjöld. Viðbótar þjónusta standa áfram við þeim verkefnum sem eru fyrir og bæta í verkefnum. Og við höfum svona reynslu á þessu Seltjarnarnesi að fyrir kosningar hafa verið flokkar sem skilgreina sig til hægri, birtast svo rétt fyrir kosningar, segja til að gera allt fyrir íbúðina, svo leið og kjörtímabili hefst, fjárhagsáætlanagerð hefst, að þá allt í raun ekki til peningar og verkefni frestast. Samanber heimgreiðslu sem var lofað en ekki framkvæmt, leikskóli sem átti að rísa á fyrsta ári en er núna að rísa á lánsfé. En langar bara svona að gefa ykkur tækifæri. Ég veit að það voru að spyrja ykkur á sömu spurninguna aftur, en ég held að sé að íbúar skynja það alveg að það vilja allir góða þjónustu, að vilja allir gera vel, en tilfinningin er þessi að skatttekjurnar og tekjubæjarins hafa ekki dugað fyrir eðlilegu viðhaldi, ekki þjónustu sem hefur verið kallað eftir. Við höfum verið í hagræðingu, við vorum með þessar heimgreiðslur, þær voru teknar út á hagræðingu, við höfum verið að rúlla tilbaka hagræðinguna til sundlaugina, það er hagræðingar aðgerðir sem við höfum farið í, bæjarbúar hafa mótmælt og þau eru í tilbaka. En það er svona, við langar að kreista frá ykkur raunverulegar aðgerðir sem muni snúa við rekstrinum. Því hingað til hefur ég bara sagt meira og meira þjónusta en við ætlum samt að skila afgangi og ná hér stjórn rekstrinum. Þannig að þetta er svona, við skortar svona trúverðugleika. Skafti, þú færði þessu. Já, ég á hann ekki vegna þess að Guðmundur er alveg bara því að hann vildi ekki beina til samflokksmannsins vegna þess að ef skoðaðar eru kosningastefnuskrár flokkana núna, þá er einn flokkur sem er fyrst og fremst að lofa auknum útgjöldum. Ég held að eina atriði sem við virkilega lofum eru þessi heimgreiðslur sem eru konkrét aukin fjárútlát. Við lofum viðhald og fegrun, en við höfum tekið það fram að við þurfum að gera þetta í samráði og sátt við íbúana og reyna að fá þátttöku þeirra til þess. Þannig að spurningin, hún er ágætt, hún bara beinist til ranga vegu. Ég benti á það strax áðan, til dæmis, að við eigum að endurskoða alveg frá grunni samgönguáætlunina sem að Þór samþykkti án samráðs við félaga sína. Og við ætlum að ná þar niður fé, engin spurning. Það eru aðrar hagræðingaraðgerðir sem verður alltaf þannig að þegar ég er búinn að reka nokkur fyrirtæki, þú veist ekki fyrirfram hvað er fyrir en þú kemur það inn. En það er alveg ljóst að með því að velta við hverju krónu, þá ert að ná hagræðingu. Ég tel jafnframt að við þurfum að gera eins og ég var að tala um áðan, eins og með félagsheimilið, sem að samflokksmaður Guðmundur er að lofa. Ég er ekki að lofa því, ég vil gera eitthvað þar, en ég ætla ekki að fara að lofa 400 milljónir sem ég ekki á fyrirfram. Þannig ég tel okkur mjög ábyrg, það sé mjög erfitt að benda á punkta sem kostar stórfé í okkar áætlun. Það er engin spurning. Þannig að, góð spurning, wrong guy. Láta það svara, Pítur. Ég veit að fá frá þetta. Já, það ekki. Takk Ari, mikið rosalega lítur að sakna okkar. Herðu, ég er náttúrulega eins og sagði, ég vil ná ákoma hitaveitni og ég tel að það sé alveg velgerlegt og við þurfum að ná jafnvægi á reksturinn hérna í bænum. Ég tel þetta sem að gerðist í núverandi ásækningi tel ég bara að vera hreint frávik og við erum að rétti leið, reksturinn er að styrkjast, við eigum tækifæri inn í jöfnunarsjóði líka, við eigum með einhvers slags tónlistaskólaframlag sem við ætlum að skoða, við ætlum að rannsaka þetta betur. Það er bara þannig að sá góði sjóður sem þú kannast nú aðeins við í núverandi starfi að hann er svolítið frumskóður, þannig að við erum að skáta okkur í gegnum hann en við munum alveg klárlega að ná betri árangur og betri jafnvægi í rekstrinum þegar öllu þessu linni sem við erum að gera. Við erum enn að súpa segið af viðgerðan á Skólahúsum og við erum að byggja niður frá, þannig að við erum svo sem er bóðan svolítið vel spenntan en þess vegna er verkefnið okkur enn meira áskorun. Kristi? Já, fyrir utan mikluna, fyrir utan kennara, hækkaninnar og sjóvarnagarðana, þá sjáum við það alveg að annar kostnaður hefur hjá þessu sveitarfélagi verið að fara verulega fram úr á hverju ári, 300–500 milljónir og það segir okkur að reksturinn þetta er ekki nógu agaður rekstur og þegar að annar kostnaður fyrir svona langt fram úr þá eru klárlega tækifæri til þess að gera betur og það væri það fyrsta sem ég myndi fara í að fara yfir þessi útgjöld og sjá hvort að við getum ekki gert hlutina betri þar því að það eru þessi 400–500 milljónir sem við verum að sjá af. Það er þess að hætta þá með 10. bekk í Valur. Spurning hérna.
Góða kvöldi, komið sæl, ég heiti Elisabeth. Takk fyrir þetta, skemmtilegu fundur og gaman að hlusta á okkur. Það er ótrúlega að byrja því að segja ég taka undir með Guðmundi Aron sem reynda að komst það í kosningaprófi Rófa og hann er raunverulega sjálfstæðismaður. Hann er meira sammála mér heldur en sínu fólki. En ég ætla að beina þessu líka Skafta og svolítið að taka undir það að ég er sammála því að mér finnst Miðflokkurinn er að fara í svona skemmtilega útgjaldaleiði og til að mynda þetta neskort þar sem allir er að fá frítt í sund. Það kostar okkur bara mikið að lækka, stigið opnunartímanum klukkutíma sko. Þannig að það er ánægilegt að sjá hvernig við ætlum að fara því. En eitt af málum er lækkun á vatns- og fráveitukjöldum sem við getum allir sammála að eru talsvert há. Ég velti fyrir mig hvort þið séu búin að reikna dæmi til enda, þannig að þrátt fyrir að sitja ekki með borðið og þá hafið þetta sömu upplýsingar og orðin alveg borgari. Að nú er það svo að það eru töluvert af fasteignarsælunni, bara eins og alls staðar í sveitarfélögum, sem eru undanþegnar fasteignaskatti. Og einu gjöld sem sveitarfélög geta innheimtað þessum fasteignum er vatns- og fráveitukjöld og sorpgjald. Nú, ef þið ætla að lækka vatns- og fráveitukjöld fyrst, ólíkt okkur sjálfstæðismönnum sem ætlum að lækka fasteignaskattin, þá skilar svo lækkun sér augljóslega ekki til heimila og fjölskyldna. Heldur er til að lækka þau gjöld sem við getum innheimtað til að þetta mjög stóru fasteignum hér í eigu ríkisins. Þetta eru allar fasteignir sem eru óhagnaðardrifnar, söfn, kirkjur, bænahús og fleira, kannski það geta. En mér langar að fá svar við því, hvort þið hafi reiknað þetta dæmi til enda. Já, ég er náttúrulega búin að sjá þessi röð að sjálfsögðu. Vegna þess að ég taldi mér sérstætt líka að vera í rauninni að segja leið að það verður sjálfsagt að kirkjan greiddi þessi gjöld að þessu marki, þessi hái gjöld. Vegna þess að ég sé að öðrum þræði þá styðjið þið semst kirkjuna, nú er ég búin að frétta það 5 milljónir ári, en rykkið svo hæstu fráveitu og vatnsgjöld sem til á landinu. Þannig að er ekki bara að kvitta þetta þá út. Ég er mjög undrandi á þessu vegna þess að þetta vegur ekki þungt í þessari heild, í þessu vatns- og fráveitukjöldum. Ég er auðvitað til í það með ykkur þegar það kemur og hlakka til að vinna með einmitt í meirihluta að lækka fasteignaskatta. Auðvitað er það sjónarmið út af fyrir sig. En ég heldur verðum að horfa á þessu gjöld í heild sinni og líka út frá því að það sé ekki eðlilegt endilega að við séum að skattleggja með þessum hætti fasteignir sem ekki bera fasteignaskatt. Vegna þess að þá ekki í rauninni að segja það að við erum öll að bera í rauninni gjöld í hlutfalli við það sem við viljum ná af þessum örfáu eignum. Og ég er auðvitað bara svolítið undrandi á því viðhorfi að það sem bara aftur finnast. Já. En þetta, við erum auðvitað komin út í tölvöld tæknilega, en við erum sammála í grunninn sem er það að þessi gjöld þarf að lækka og þá þessi þrjú. Takk fyrir. Það eru spurningar? Já, sæl, Elveit, ég er formaður Grundarfélagsins í Mýrarhússkóla. Mér finnst mikilvægt að koma fram, við höfum mikið verið talað um miklu viðgerðir og annað, að viðgerðum er ekki lokið, sérstaklega ekki hér í þessum skóla, þar sem að þakið hérna í gömlu byggingunni er handónýtt. Það var farin fram bráðabirgðaviðgerðir hérna í nokkrum stofum í vetur, en það liggur fyrir að það þarf að skipta þak og setja hér loftræstingu og annað. Mér langar bara að vita að það sérstaklega kannski frá Þór, hvernig standa plön þessar viðgerðir, hvenær er áætlað að fara í þær og þá frá hinum frambúðunum hvernig verður þessu forgangsraðað þar sem að það liggur fyrir að það þurfi að hagræða og spara og halda þessum kröfunar, en þetta er mikilvægt verkefni. Það er bókstaflega að leka stofunar og sögur af því að kennarar séu að færi veikindaleyfi og annað út af þessu. Takk fyrir þú. Já, takk fyrir þessu spurningu. Við erum svo sem gripið aðgerða í þessu stofum og þetta er bara í raun eldur við skýrslu Eflu þegar við komum þetta hús og bæði húsin. Byrjuðum að forgangsraða og fylgdum algjörlega þeirra ráðgjöf í þessu í samræði við nemendur, eða kennara, foreldra og nemendur. Funduðum reglulega með þeim og upplýsingagjöf var ansi góð. Á seinni stigum málsins kom fram að kíkt var undir þekjuna og kom í ljós að orginal burðarstóðir undir þakið standast ekki nútíma brunavarnarreglugerðir. Þannig að þakinu þarf að skipta út á næstu árum. Þetta er verkefnis að samkvæmt verðmati Ístaks upp á ca. 300 milljónir.
Þannig að við hugum að þessu og munum líklega bjóða út þegar verkefninu leikskólans lýkur 27 eins og áður komið fram og ég hef sagt skólastjórnendum og ykkur í foreldrafélagi. Þannig að þetta svona næst á dagskrá í þessum áfanga viðgerða þessa hús þakið og það þá eftir að verkefninu leikskóla lýkur. Kristín. Já, þetta bara alvarleg staða og það bara óþolandi að vera í þessari stöðu. Þetta hús, sonur minn var hér í þessu skóla fyrir einhverjum 15 árum, cirka 15-20 árum og þá lag þetta. Þannig að þetta ekkert sem kemur nefnum ofan. Þetta alveg óþolandi að starfsmenn, foreldrar og börn þurfa að vera í þessari stöðu. Ég tel að þetta hefði ekkert þurft að vera svona. Við höfum verið hér með fjármálinn í lagi, reksturinn í lagi, viðhaldið í lagi og fókusinn. Það bara og það er bara eitt af ástæðum fyrir því að við sitjum hér. Við viljum breytingar á þessu, við viljum meira framtíðarsýn, meiri plön. Svo segja menn, þetta ekkert svona, þetta alltaf í lagi, þetta ekki í lagi. Og allir sem að þekka þetta, eitthvað allt. Aldrei þessu vandir ég sammála Kristný. Þetta fyrir að verða hjónaband úr þessu. En það segir sig bara alveg sjálf og taka við spurninguna að þetta bara forgangsatriði. Það að segja að við séum að bjóða upp á heilnæmt húsnæði fyrir hvort sem starfsfólk eða nemendur. Og ég get ekki sé að þetta tekið út fyrir svega í einhverjum tilraunum til þess að skera allt inn. Ef ekki orðað þannig að fitan verður að koma annars staðar frá en þarna. Var ekki spurning? Hér. Einu spurningu. Áslaug ég. Mér langar að spyrja umferðaröryggi barna og bara sýna ykkur á það. Umferðaröryggi barna á Seltjarnarnesbæ ekkert voðalega gott, myndi ég segja. Það hefur trekk í trekk verið sendt inn fyrirspurnir til bæjarins lagfæringar á alls kyns götum. Það er allan bæ. Það var umræða á íbúðasíðu Seltjarnarnes, ekki fyrir löngu síðan, þar sem við sáum bara að afskaplega margir hafa sendt inn fyrirspurn í mörg ár að það að þrengja götunar af því að hraði bíla, það sem á að keyra á mest 30 allt of mikill. Ég bý á Valhúsabraut og þetta hræðilegt. Það heyrir í bílunum á fullu gerðana framhjá og það rosalega mikið af börnum og það flutt á Valhúsabraut. Mér finnst þetta forgangsatriði, mér finnst það mjög mikilvægt að börn hérna geti labbað í skólan og verið nokkuð örugg. Og ég vil heyra bara frá öllum framboðum þetta á forgangslista og þegar fljótt getum við fengið einhver svör við þessu þá ef að þið fáið að ráma. Takk. Takk fyrir. Ég ætla að leyfa Þóra að byrja en á meðan þeir að svara þá ætla ég að loka fyrir spurningar af því að það allavega ein og þarna tvær þannig að og við ætlum að klára lífleitið þannig að gjör svo velkom. Já, takk fyrir spurninguna. Þessi mál alltaf til skoðunar og ég fylgist alveg með íbúðasíðunni eins og fólk veit og við erum með þetta til skoðunar. Það er svolítið allsstaðar. Þetta hrista hausinn, eða? Já, þetta voru skoðunir í mörg ár. Já, ég að skoða þetta allan bæ, ekki bara á Valhúsabrautinni, þannig að þetta víðar. Við erum aðeins að lítið eigin bar með þetta, við erum bara, ég kannski barnan bestu sjálfur, við þurfum ekki bara að athuga á hvaða hraða, við erum líka sjálf. Ofta tíma þetta íbúðarnir sjálfur, þannig að ég ætla svo sem að bara beina því til okkar allra að huga þessu. Þetta ef að verður slís á það einu slís svo mikið. Við hefum bætt þetta á kjörtímabili með því að setja LED-lýsingu í allar götur bæjarins. Hvet fólk til að fara inn á YouTube og skoða myndböndin fyrir og eftir. Þá getið þið skoða LED-fæðing Seltjarnarnes og sjáu þið í stóranum. Það eru loftmynditeknar. Við erum bara vakandi við þessu og sitt sýnist hverjum hraðahindranir og þrengingar. Við höfum reynt að setja blikkskilti. Við erum bara að panta fleiri blikkskilti. Það bara ansi erfitt fín lína að setja hraðahindrunum til að mynda íbúðagötu. Það helmingurinn ósáttur, helmingurinn sáttur. Þannig að við erum að finna fína línu þessu en fyrst og fremst þurfum við að skoða okkur sjálf. Ég lítið eigin barn, það er klárt mál. Ég hef verið sektaður á 40 fyrir neðan sundlaugina það sem 30. Þannig að við þurfum að passa upp á okkur öll saman. Í fjölskyldubænum Seltjarnarnes þá stend ég alveg klárlega með börnum. Þetta alvarleg staða
og við erum móðulega feimin að búa til einhverja lausnir sem virka vegna þess að bíllinn hefur hér forgang mjög víða og mikið stundum og mér finnst til dæmis eins og var gert á Ægisíðu, þar eru þrengingar og hægir á umferð, ég keyri þarna mjög oft og mér bara fulla skilning af því hvaða aðgerð var þarna í gangi. Það var bara hraðakstur og maður keyrir þarna hægar. Það er meira öryggi fyrir öllum börn sem þarna eru á ferð og almenning og við eigum að vera óhrædd að taka þessi mál föstum tökum með hag barnanna okkar í huga. Við viljum ekki að börnin okkar lendi í slysi og það er mjög óþægilegt að vera foreldri og vera ekki öruggur, finnast ekki börnin sín örugg. Þannig að stendum börnum, ekki með bílum í þessu máli, en ég held að þetta mun ekki skaða nokkur mann, bara auka öryggi. Sjálfsög. Já, ég þarf nú eiginlega alltaf að svara spurningunni, ég kom að þessu strax í inngámsræðu minni og það er þetta með umferðaröryggir, af því að mér kemur bara svo óvart þegar maður fer bæinn að þurfa að horfa í kringu sig og hugsa og horfa með hryllingi til þess hvernig ekið er bæinn. Sömuleiðis eins og ég voru að tala gangbrautin og Lindabraut og strætóstoppstöðuna þar sem er eitthvað það gamnasta sem ég veit. Að strætóstoppi byggt fyrir utan gangbraut þar sem verið að hleypa börnum út og að bílar jafnvel komið þá þar til hliðar. Þessa stoppstöðu átti að vera búið að færa fyrir löngu síðan. Og það eru margs konar þrengingar sem við getum gert. Það er til dæmis bara hjá mér fyrir neða vesturströndina, barðarstöðum vesturströnd, en hún er búin að setja eins konar aðrein, beygjuaðrein, sem er til þess að hægja á hraða á norðurströnd. Það er búið að keyra píluskilti niður held ég 3 sinnum eða svo, sem sýnir í rauninni svolítið hverju við vorum búin að venja fólk við í hraðakstri á þessum svæðum. Það er þannig að Nesið er svo lítið að þurfa kvart undan því að fara niður í 30-40 er bara ekkert mál. Þarna mega þeir sem að kjósa eitthvað annað, þeir kjósa þá þó hinn er kjósa mjög. Já, það er allt reitt. Auðvitað eru börnin fyrir öllu. Það er nefna spurning. Já, góðandir, ég heiti Þorsteinn Sæmundsson og takk fyrir þennan fund. Ég með 2 spurningar, það er svona í grunninn. Alveg þetta Þórs, sko, hann er búinn að lýsa því núna 2 hvernig hann ætlar að fá peninga út úr hitaveitunni. Og ég get ekki varist í að það sem hann var að kynna okkur sé svona gjaldahækkun í karamelluumbúðum. Og mér langar bara til að vita hvernig hann ætlar að fá hagræðingu í hitaveitunni, snjallmælar, býtu hvað eiga þeir að mæla? Eiga þeir að mæla minna vatn og eða hvað, og fyrir hverja og hvar koma þá eitthvað tekið að ætlar hann að hagræða það í kostnaði við hitaveitina. Númer 2, og hún er til ykkar allra, hún er kannski tvíþætt. Ætlið þið eða ykkar framboð að horfa upp á það áfram að hér verði framkvæmt áfram galnasta skipulagsslys aldarinnar og þótt við að vera leitað sem er borgarlína, ætlum við að horfa upp á það þetta setjandi búan að þetta sé tala vikunar 136 milljónar, hún verður allt önnur í næstu viku og næsta mánuði. Ætlum við að horfa upp á þetta, ætlum við að taka upp á þessu, ætlum við að taka upp samgöngusáttmálann og B-hlutin að þessari spurningu, hvað vilja menn gera vegna þess að Seltirningar eiga mjög erfitt með að fara hérna eftir það okkur langi en umferðaræðarnar hérna eru svo gjörsamlega stípaðar að ef eitthvað kemur upp á þá eru við vandræðum. Ætla menn að fara í veiðu hökku við Reykjavíkurborg að lagfæra þetta með einhverjum hætti. Langar að fá svöru þessu. Takk. Já, Við erum í þetta. Já, þetta er kannski bara allt í einum. Já, við byrjuðum Þorsteinn, takk fyrir spurninguna. Snjallmælavæðing leiða til mikil hagræðingar fyrir hitaveituna út af því að það er stundum sem að gerist að kerfið klikkar og leka mörg þúsund tonna vatni í gegnum mælihöður og það eru mýmörg dæmi það að fólk að fengi milljónkrónur reikning eftir mánuð eða 2. Þá er starfsmenn hitaveituna þurft að koma og reikna út meðalnotkunna síðustu 3 mánuðina á undan og bera saman við hárið áður. Þetta kostar ómælt fyrirhöfn hjá innheimtu þjónustunni okkar og þetta mun spara og hagræða öllu leyti. Eins munum við geta þá fylgst með notkunni hjá þér
og bentir á ef kerfið þitt bilað, ef eitthvað annað en mælar bæjarins eða kerfið sem að bærin á í hitaveitugrindin þinni sé bilað, eins og oft hefur komið upp og verið raunin. Svo hefur líka verið þriðja málið þessu að 35% bæjarbúa lesa ekki af mælum þegar þeir eru bennum að lesa mælum. Þannig að við munum hafa miklu skilvirkara eftirlit með þessu og reikningarnir verða þá korréttir í staðinn. Við getum líka fylgst með þegar eigendaskipti verða og fólk lesa ekki af mælum við eigendaskipti. Oft er þetta giska bara engin veit stöðun á Afrikadegi. Þannig að það er margt sem að mæli með stjarnfræðingunni og ég hlakka til að sjá hagræðingu sem verður svo við geta sýnt ykkur hana bara vonandi á vef bæjarins eða eitthvað slíkt. Þannig að ég ætla að leyfa ykkur að fylgjast með því. Hvað var það þá samgöngusáttmálum? Já, við erum aðalega þessu samkomulagi síðan 2019 og þetta var uppfært 2024. Þetta er alltaf til skoðunar. Við vorum eina sveitarfélagi sem gerði í raun alvarlega fyrirvara við samkomulagið með þeim hætti að verði framúrkeyrslunni algjörlega úr hófi. Þá eigum við útgönguleið út úr þessu samkomulagi á öllum tímum. Ég held að ekkert annað sveitarfélag hafi gert þetta. Við vorum langsíðust að samþykkja þetta og við teljum að þetta sé svona og okkar lögmenn hafa staðfesta við okkur. Bérhlutin var eftir hver? Komast þér í burtu? Já, sko, við gerum samkomulag í samræmi þegar við kvittum undir þetta endurskoða samkomusáttmála 2024 og gerum við samkomulag við Reykjavíkurborg þar þess eðlis að við fáum að vita og við erum kallaðir að borðinu ef að Reykjavíkurborg dettur í huga að setja enn einn gangbrautarljósin til að mynda á Hringbraut. Og ég farið einn þannig fund. Ég verið kallaður niður í Borgartún á fund hjá borgarskipulagi þar sem kom fram hugmyndum að setja enn einn gönguljósin við Hljómskálagarðinn 50 metrum fyrir neðan hinn sem er hjá Þjóðminjasafninu. Og þetta taldi ég galið og þetta er í fundagerð skipulagsráðs Reykjavíkur að ég lét bóka að mótmæli sendinningar af þessu og þetta sem betur fyrir að vera tengst að þessu síðan. Þannig að við höfum líka tryggt það að í stjórn slökkviliðsins að fá viðbragð sjúkrabíls út á Nes. Það hefur verið samþykkt og nú er loksins hillum til það að við sjáum fram á að geta fundið húsnæði til sjúkrabíl. Þannig að það eykur viðbragð neyðaraðilega hérna í bæ úr eldröðu viðbragði sem er svona 12-15 mínútur niður í 5-7. Þannig að þarna felast aukin lífsgæði fyrir okkur. Vonandi að svara einhverju á spurningu. Var í Kristinn? Já, varandi samgöngusáttmála, þá stöndum við með honum og það er kannski þeirri einföld ástæða að við búum hér út á Nesi og við þurfum að keyra flestu öll í gegnum Reykjavík til að komast til vinnu og heim og við viljum hafa eitthvað það að segja hvernig gatnaframkvæmdum verður hagað í þessum sáttmála og við viljum ekki að það sem verður að þrengja á okkur eða okkar aðkomi eða það að komast í hann. Afar mikilvægt að okkar rödd heyrist við þetta borð og við borgum bara þarna stefið eða per haus þannig að við borgum per haus og þannig að það gjald fer lækkandi af heildinni, það er að fjölga töluvert í öllum bæjarfélögum í kringum okkur en svo er bara mjög mikilvægt að við höfum góðar samgöngur fyrir þá sem vilja nota almenningssamgöngur. Þær eru mikilvægar, við erum með helling af krökkum sem þurfa að sækja þjónustu til Reykjavíkur, það eru menntaskólar og alls konar. Þannig að þetta er bara eitthvað sem þarf að stöðugt að vera að bæta. Í sammála að skafta með að mér finnst vanta þessa leið út á Granda sem að mörg okkar sækjum mikla þjónustu. Það er eitthvað sem þarf að standa vörðum líka og svo er það ekki síst bara þessi öryggismál. Við erum í þessu samningi og við þurfum að nýta okkur en við þurfum að bara kalla eftir lagfæringu til að auka öryggi eins og Nesvegurinn er okkur vantar hjólastíg til að auka öryggi hjólandi og gangandi og fleiri svona hlutir þannig að við erum fylgjandi þessu og við erum bara að fá sem mest út úr þessu. Fyrir mig er í rauninni, takk fyrir spurninguna, fyrir mig er í rauninni sama hvort ég er með hatt oddvitans eða skattgreiðandans. Borgarlínan er þvæla. Það er búið að eyða núna 10 milljörðum til dæmis opinberu fé í það að reyna að auka notkun almenningssamgangna. Það fór úr það bil 4% af heildorðum niður í 3%. Þessi auka 10 milljónar voru gagnslausir, það var eins og að brenna fé. Borgarlínan mun ekkert gera fyrir okkur á Nesinu.
hún mun hins vegar á margan hátt þrengja enn frekar að Hringbraut og Miklubraut. Og ég býð ekki í það þegar á að fara að loka Suðurlandsbrautinni, hvert haldið umferðin fari. Hún fer á Miklubraut og hún fer á Sæbraut. Það eru lífæðarnar okkar. Þannig að þennan samgöngusáttmála, ég ætla rétt að vona að það haldi þessi fyrirvara. Ég kann mikla þakkir að minnstakosti 3 bæjarfulltrúum fyrir þennan fyrirvara. Og ég vona að hann haldi til dæmis þegar að Fossvogsbrúin er núna, hún er farin á 2,2 milljörðum í 11 miljard. Haldið þið virkilega að þetta gagnist okkur eitthvað? Ekki neitt. Þetta eru fjárútlát sem eru hreinlega galin. Og þetta því miður er eitt af þessum pólitísku verkefnum sem virðast þegar að boltanum er ýtt af stað, þá er bara viðkvæðið, þetta er komið af stað og það er gætið að stoppa. En við getum stoppað þetta. Takk. Ég skal auðvitað minnast að ríkið borgar 87,5% af samgöngusáttmála. Það var ekki spurning hérna. Ég er líka skattgreiðandi þar. Árni. Já, Sölvi Árni, ég meina spurningu og viltum bara þakka fyrir fund og góða framsögu. Það sem búið svolítið rætt útsvar og fjármálabæjarins og jöfnunarsjóði. Og mér fannst ég greina smá pólitísk tíðindi. Þú kannski kommentar á það, Kristinn, að Samfylkingin ætlar ekki að hækka útsvar nema nauðsyn byrja til að ég skildi þér rétt og þú myndir jafnvel bara að hafa skatta sem lægsta. Mér fannst það gaman að heyra. Mér fannst svona kveða aðeins fyrir nýjan tón í því og það tengist spurningunni minni því að það var kynnt í fyrra af ríkisstjórninni frumvarp þar sem að eitt af ákvæðunum var það að framlögur jöfnunarsjóði sveitarfélagi væru háð því að sveitarfélög nýttu útsvar upp í hámark. Og ef við gerum það ekki, þá kemur sérstakt, þá er það dregið frá framlögum úr jöfnunarsjóði. Og svo því sem þetta er haldið til haga, það var þetta ákveðið því var kippt út úr frumvarpinu, rétt að varða lögum, en það þurfti að hafa dálítið fyrir því. Og það fylgdi með sögunni að þetta yrði jafnvel tekið upp aftur fljótlega og sett inn síðar. Þannig að mér langaði bara að forvitnast afstöðu oddvitanna til slíks ákvæðis og hvernig þið myndu taka á því fyrir hönd sveitarfélagsins Seltjarnarness. Já, takk fyrir þessi spurningu, Árni. Ég held að þessi hámarks álag kemur til ef skuldir fyrir eftir skuldahlutfalli sveitarfélagsins. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við náum niður þessu skuldahlutfalli og séum hér með sjálfbæran rekstur. Það er eitthvað sem allavega við leggjum rosalega mikla áherslu á að horfa til framtíðar með það og þetta gerist ekkert 1, 2, 3, þetta er langhlaup og við erum full og trúið í að það sé hægt að ná þessu og vera hér mjög heilbrigðan fjárhag og sinna öllum þeim verkefnum sem við þurfum. Við erum mjög bjartsýn á það og það er engin, það er svo vel að fyndið að halda það að það sé einhver markmið okkar eða fólks í þessum frambóðum að rukka hægst við skatta. Það er ekki markmið sjálf sér, það er bara góður rekstur. Það er nummer 1, 2 og 3. Alltaf eins og ég sé það, ég hef verið rekstrarmaður í 20 ár og verið framkvæmdastjóri og það er alltaf þetta að reka hlutina vel, sýna hagdeild og vera aga, með mikinn aga. Og ef maður gerir það, þá getur maður lagt fyrir fé og maður þarf ekki að stunda einar skakkinningar. En það er forsenda til að þetta fyrir gangið upp. Takk. Já, hér vil svo tilbyggt fyrir fram með situr auðvitað maðurinn sem vildi setja þessa reglu, Takk, Árni, þetta var vel að þessu komið, En það beintist þetta alltaf á Guðmundi Ara. Til hamingju þingsæti líka, En við erum einfallega með það í okkar stefnuskrá að verði Guðmundi Ara ósk sinni munum við upp okkar einustu krónu lækka fasteignaskattana sem nemur hækkun útsvarsins. Vegna þess að það var einu sinni þannig að þegar ég kom að fyrst á messinu og við vorum að skoða þetta nokkrir, hvað var að kalla þetta, góðir hægrimenn, vorum að skoða hér reksturinn. Það var hann fyrir 12-15 árum í þess konar blóma að við hugleitum hvort það ekki mætti lækka eða rétt að sagt leggja niður fasteignaskattana. Hugsið ykkur, það er ekki nema 12 ár síðan. Það er ekki meira vegna þess að ég flutti yfir 13. Ekki leiðrétt að minni mitt því að þó gamall sé í ágætur. Og þannig að þetta er okkar loforð. Hver króna
Heyrðu, já, Kitty, þú voru að munna að skuldarhlutfall Seltjarnarnesbæjar er 92%, má vera hæst 150%. Þannig að við erum með lægri kantinum á höfuðborgarsvæðinu. Skuldaviðmiðið. Já. Heyrðu, það sem að aftur á móti Árni bendir á að þetta frumvarp var galið, algjörlega. Og við sendum inn alvarlegar umsagnir þetta frumvarp og á endanum var það þannig að þetta var tekið út. Þessi klausa úr uppfæslu á sveitarstjórnarlögum, ekki satt. Og þetta var Eyjólfur Ármannsson og vinnur fyrir Flokki fólksins. Hann ætlaði að keyra þetta í gegn og það var rætt mikið vannýtt útsvar í þessu. Vannýtt að tekið, ef sveitarfélag var ekki að fullnýta tekjustofna þá verið dregið mismunurinn af. Þetta fannst okkur bara raun árás sveitarstjórnarstíði líka, því að við höfum myndað sjálfsákvörðunarrétt þetta sveitarfélag eins og öllum sveitarfélög og til hvers að hafa þá bæjarstjórn eða sveitarstjórnin til að láta miðstýra okkur svona úr ráðuneytinu. Þetta er algjörlega galin nálgun og við mótmæltum þessum hástöfum og við viljum gera aftur ef þetta verður tekið upp. En það er bara, það er skemmtilega að benda á það. Af því að við verðum að tala mikið um fjármálin að fyrir einhverjum 10 árum síðan var framlag jöfnunarsjóðs til Seltjarnarnesbæjar 140 milljónir. Það voru tæpum milljarður. Og þetta bara skiptir orðið verulega miklu máli í rekstri. Og félagið minn hér var að benda stöðun á hvernig hún var, hvað hún var blómleg, bara frábær og var mjög góð. Því að það verður að klúra þessu svolítið. Og ekki nú með það heldur þessi jöfnunarsjóður var næstum milljarð komin til viðbótar. Við náum samt ekki að standa okkur. Já, verkefnin kannski eitthvað aðeins fjölgað á móti. Mjög gott að ein loka spurning hérna, hún má ekki vera svona trímalótt spurning. Nei, þessu spurningu er hægt að svara með já eða nei. Ég eiginlega bara fer fram á það með að svara með annarkvært já eða nei. Fyrir spurningin snýr að því að nú er það þannig að Reykjavíkurborg greiðir stóran hluta leigunar á fimmleikahúsum okkar. Á Reykjavíkurborg rétt á sæti við borðið þegar við ræðum ljósastýringar á einu ljósunum hérna á krossgötunni okkar. Spurning nummer 1, svara með já eða nei. Hvað kemur það fimmleikahúsnið? Að við verum að tala um að þau greiða stóran hluta leigunar, þeir borguðu mikið í uppbyggingu fimmleikahúsins og af því að það eru mörg börn úr Reykjavík sem að stunda þar sínar íþróttir, eða bara að segja fimmleika. Þannig að spurningin er, af því það eru svo mörg börn sem koma hérna úr Reykjavík og þurfa líka sitt öryggi, á borgin rétt á sæti við borðið þegar við ræðum ljósastýringuna, bara því að okkar umræði snýr svo oft því að við eigum sæti við þeirra borð. Þetta er bara svona spurning til ykkar. Hinn snýr að svæðisskipulaginu sem er stórt atriði líka. Nú eru háværar raddir það að útvíkka eigi svæðisskipulagið sem að þýðir í rauninni að þá er svæðisskipulagið eins og við þekkjum það búið. Þessi hugmyndir þéttingu byggðar, að nýta alla fjárfestingu í innviðum mun betur, hún er búin. Og það þýðir að við getum ekki víkkað út okkar verkefni, við erum bara hérna við sjóinn. En með útvíkkun þýðir það að ný hverfi fara að rísa, það þýðir að hlutfallslegur kostnaður okkar í sameiginlegum innviðum eins og strætó, eins og kaldavatninu, eins og slökkvilið og öðru hækkar. Erum við með á móti útvíkkuninni með að hún mun kosta okkur hér á Seltjarnarnesi meira? Við erum rætt vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins, sveitarfélagið. Fyrir þú bara, það var reynum haldstöð. Já, með ljósastýringar og fimmleikahúsin. Já eða nei, semst krafan. Hvað ég segja, þegar við hefum gerð á ljósun og Reykjavíkurborg stýrið, þannig að sem undirverktaki, ljósastýringardeildin þeirra. Þannig að hvað ég segja, já, eða ég skildi þetta ekki alveg spurninguna. Viltu senda borgin fóða sæti við borðið þegar það er ákveðið eitthvað rétt eins og Seltjarnarnes vill fá sæti við borðið þegar Reykjavík er ákveðið? Nei, ég vil að við sitjum einu við borðið þarna og stýrum þessu ólíkt hinu. Ég treyst okkur alveg til að stýra þessu ljósum, ég held að við höfum miklu stærri vandamál en að stýra þessu ljósum. Nei. Vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins. Sko, þetta er mál sem að snertir náttúrulega, þetta er mikið til umræðu núna í Kópavogi og Garðabæ og í borginni. Við náttúrulega eigum ekki vaxtamörk í neinur áttinum út í sjó og þetta snertir okkur því vissulega
vildi geta sett já, við verðum að ásælast land eitthvað og stækka eitthvað en ég vil halda kostnaði lágmarki fyrir sveitafélagið Seltjarnarnes þannig að mitt svar þá nei. Þannig að þú mútti greiða atkvæði gegn því í svæðisskipulagsstöð? Eða stjórn? Það líklega mútti gera hann. Ok. Ég verð bara að viðurkenna það, ég hef ekki sett mig nógu vel inn í þessi mál og ég hef á mjög verið að svara þessu já eða nei, ég bara viðurkenna það. Núverandi takmark með vaxtarmörkum höfuðborgarsvæðisins eru skattlagningar aðferð Reykjavíkurborgar með því að hindra að nágrannasveitarfélögin geti útvíkkað þessi vaxtarmörk svo að byggja meira og lækka þar af leiðandi verð á húsnæði með auknum byggingum. Ég segi því að sjálfsagt að hleypa vaxtamörkunum verulega frá, verulega. Það þýðir eins og ekkert að kosti okkur eitthvað meira vegna þess að við erum að endurskoða alla okkar samvinnu sem byggð á þessu hlut, samverkefnin strætó. Ég tel að í framtíðinni þá verðum við með litla léttvagnar sem ganga hér hringinn, þjóna okkur og skila okkur svo inn á strætó. Ok. Það ég heldur svo komin yfir vaxtaborg fundarins. Já, ég er bara að þakka fyrir góðan fund. Það var ekki klappa fyrir strákunum. Já, bara að þakka hestinum og fólkanum og kjallagetinni fyrir góðan fund. Góður okkur og já, við verðum á öllur eftir viku við tala eitthvað annað en Seltjarnarnesbæ þannig að bara takk okkur og gafast okkur. Ja.